Og þá heldum við áfram með föstudagsþáttinn. Til mín komin Sigrún Heimisdóttir, sérfræðingur í klínískri sálfræði og hún með hérna bara beint fyrir neðan okkur, sálfræði þjónustu Norðurlands. Velkomin. Takk fyrir. Það allt að gerast hérna á neðri hæðinni. Viltu aðeins útskýra hamaganginn? Já, það hafa verið framkvæmdir í sumar og það raun og verið að skipta hæðinni upp í einingar. Hér var áður tónlistarskóli Akureyrar og breytingarnar höfðu raun og verið ekki, það hafði enga breytingar verið á húsnæðinu. Þið fóru bara beint inn í skólan einhvern veginn. Já. Og við eigum svo sem bara hluta af þessum breytingum og erum að efla okkar þjónustu og stækka og viljum enda í haust með fallegt klíník. Og hvað það margir starfandi hérna hjá ykkur? Hjá okkur erum við 13 núna, sálfræðingar. Og þetta svona búið að vera stig aukast? Já, það má eiginlega alveg segja það, sko. Við opnum eða stofnum þessa sálfræði þjónustu saman, ég og Alice Harpa Björgvinsdóttir fyrir 7 árum. Þá 2 fengum fljótlega í lið með okkur Hjalta Jónsson og fleiri góða sálfræðinga og höfum verið að vaksa hægt og rólega. Orðin 13, Er mikil þörf? Er þjóðin andlega sliguð? Já, við finnum fyrir mikil þörf, og það hefur verið ásókn í þessa þjónustu og sem raun og veru ástæðan fyrir því að við höfum verið að eflast og okkur höfum verið að fjölga. Við erum raun og veru líka með starfsstöð á Þórshöfn, þar sem einn sálfræðingur starfar og sinnir bæði þjónustu þar og fjarþjónustu og einn af okkar sálfræðingur fer á Neskaupstað núna frá með hausti. Þannig við höfum svolítið sinnt fjórðungnum og teygt okkur aðeins. Og þessi fjarþjónusta, þetta ekki eitthvað sem svolítið að ryðja sér til rúms? Jú, og það þjónustar auðvitað fólk í dreifðari byggðum og við svo sem finnum alveg fyrir þeirri þörf. Það erfitt fyrir fólk að keyra kannski 3 tíma. Er þetta þá Skype? Er þetta þá þú ert með mynd? Já, við erum með kerfi sem að landlæknir hefur gefið leyfi fyrir og notum það við þessa þjónustu. Já, þannig lokað kerfi. Þannig að þá ertu alveg komin mjög nálægt í rauninni. Já, þó þú sért lengst í burtu. Það hendar oft, þannig að það vaxandi. Síðan höfum við auðvitað verið að bregðast við allskyns þörfum eins og starfsendurhæfing, höfum verið saman við starfsendurhæfingarsjóði og fólki í langtíma veikindi vegna þess að okkar tilfinning sem og rannsóknir sína að það að aukast. Kulnun í starfi, það orsökin? Kulnun í starfi og svo örmögnunarstreita. Kulnun í lífinu, það ekki bara, það er mikið fyrir, við erum svolítið að keyra okkur í kaf að því við ætlum að vera kannski svo allstaðar rosalega með á nótunum að það þarf að sinna svo mörg og kannski er þetta eitthvað í sambandi við þá samfélagsmiðla líka heldur sem að koma inn í? Já, ég held að orsakaþættir séu kannski nokkrir eða margir jafnvel og svo sem treystir mér ekki til þess að fjölyrða en það eitt af því sem talið skipta máli, og kannski það líka vitund fólks að passa sig að umræðan hefur verið mikil kannski, og það gott að... Já, og það leiti til ykkar áður kannski allt komið í óefni. Já, og það líka aukast og við fögnum því. Síðan, og það sem við erum alltaf að gera til að bregðast við þessu er að efla okkar þjónustu þarna og stefnum að því að stofna eða að vera með svona streitu teymi í raun og veru í haust og vetur. Bæði þar sem við getum sinnt forvörnum og þá meðferð, sérhæfðri meðferð. Og annað sem við finnum að gríðarlega mikil þörf fyrir, það þjónusta við börn og ungmenni. Og það hitt sem við erum að leggja áherslu á í vetur. Þar skynjið þið bara aukna þörf, það er mikil aukning þar. Og þar sýna rannsóknir okkur að hækkandi tíðni tilfinningavanda. Og við erum að fá sálfræðinga með okkur í þetta verkefni úr okkar hópi. Kristín Elva Viðarsdóttir mun leiða þetta barnateymi, þannig að barna- og unglingateymi. Þannig að það mjög margt svona í þróun. Þurfum við eitthvað að giska orsakirnar fyrir þessari aukningu? Já, nei, þær eru margar. Það til dæmis eins og það þekkt að eftir, eitt af því að kannski hrunið eða eftir 10 árum eftir hrun að þá ákveðin svona álagseinkenni til staðar, samfélagsmiðlar, útlits kröfur, eitt og annað.
flókin heimur. Við eigum öll að vera svolítið fullkomin og við erum svolítið berskjölduð fyrir samfélagsmiðlum sem við vorum kannski ekki áður. Man finnst það svona þegar maður hugsa tilbaka, þetta er miklu flóknari heimur að alast upp. Já. Það er svo mörg augu einhvern veginn. Ef þú veist alltaf að posta á Instagram og Snappinu og einhvern veginn, þá er svo margir að þú veist að skila af þér til svo margra ef þú ert í því. Þetta leiðir þá oft til svona fullkomnunar tilfinningar og þú verður að standa þig og skrúar upp og þína kröfur og sjálfan þig og svo kiknar upp kannski undan því. Þannig að eru konur meira að koma til ykkar en kallar? Það er bara nokkuð jafnt og kannski flestir svona í yngri kantinum en við fögnum því að fólk sé leita sér aðstoðar og fólk á öllum aldri og þú þarft ekki að vera veik til þess að koma. Fólk er í auknum alveg fara að leita eftir handleiðslu til dæmis, stjórnendur og fólk sem er í sína krefjandi störfum. Þannig það er eitt og annað. Hvernig er þetta niðurgreitt eitthvað eða hvernig er það? Stéttarfélögin eru raun og veru það einu sem hafa niðurgreitt þjónustu. Ríkið er ekki farið að gera það? Nei. Við bíðum auðvitað spennt. Þetta hefur verið kosningamál, síðustu kosninga, nokkur tímabil. Það hlýtur að fara að verða efnt bráð. Já, og þá, svo sem þarf að vera búið að byggja upp mannauð til þess að taka og geta sinnt þeirri þörf. Svo er það önnur umræða, sálfræði einmitt kennsla. Takk að kella fyrir komuna Sigrún, því að nú er tíminn hlaupinn frá okkur. Ertu að fara að stökkva niður á næstu hæð eða? Já, mun stökkva áfram í fjölbreytt verkefni. Já, akkurat. Takk fyrir komuna og gangi ykkur vel á sálfræðiþjónustu. Takk fyrir.